Aðra helgin í ágúst ár hvert blæs Samherji til mikilla veislu hér á Dalvík, mettar tugi þúsunda og býður öllum á glæsilega tónleika á flugeldasýningu. Sunnar á hnettinum hins vegar gullkista fyrirtækisins, Strendur Namibíu. Og þar skiptir engu máli hvaða dagur Samherji stendur ekki því að gefa. I find it really shocking, the arrogance and the shamelessness and what you can even call some racist neo-colonial attitudes that the company executives have towards the Namibian people. Samherji hefur undanfarinn áratug greitt háttsettum stjórnmála og embættismönnum í Namibíu 100 milljóna í þeim tilgangi að komast yfir eftirsóttan kvóta í landinu. Þetta sýna gögn sem leikið var til Wikileaks og Kveikur hefur rannsakað undanfarna mánuði í samstarfi við Al Jazeera og Stundina. Samherji hefur hagnast verulega á starfsemi sinni í Namibíu og notfært sér alræmt skattaskjól í þeim tilgangi að koma hagnaði úr landi. The way Samherji behaved in Namibia bears all the hallmarks of classic corruption. Saga Namibíu ekki löng. Saga fólksins sem bjó lengst af í friðsemd hirðingjasamfélaga í landinu lengri. Landnám Evrópumanna á svæðinu fyrir 150 árum var byggt á ásælni í auðlindir. Eftir fyrri heimsstyrjöld tóku Suður-Afríkumenn við stjórnartömunum. Mismunun kynþátta var bundin í lög. Eftir að fulltrúar mismunandi þjóðflokka svartra náðu saman í sjálfstæðishreyfingunni SWAPO hófst baráttan við hernámið. Þúsundir týndu lífi og tugþúsundir fóru í útlegð á tímum sjálfstæðisbaráttunnar sem lauk árið 1989. SWAPO varð að stjórnmálaflokki og í fyrstu kosningum landsins vann flokkurinn stóra sigra í þing- og forsetakosningum. Namibíumenn fengu sjálfstæði seinna en flestir nágrannar þeirra. Það gaf þeim tækifæri til að læra af bitru reynslunni. Sameinuðu þjóðirnar hefur tekið landið í fóstur og undirbyggt stjórnarskrá. Hún mjög byggð á stjórnarskrá norræna velferðarsamfélagsins og það var mikil von í fólki. Og fólk vildi ná árangri að vinna með öllu ráðum gegn spillingu. Þetta var vitin sem allir aðrir getur siglt eftir. Hvergi í víðri veröld var bilið milli ríkra og fátækra eins mikið og í Namibíu. Úti fyrir 1500 km strandlengju landsins einhver auðugustu fiskimið jarðar. Margra áratuga rányrkjuveiðar útlendinga höfðu hins vegar höggvið skarð í þær auðlindir, sem til þessa höfðu lítið sem ekkert skilað sér til íbúa landsins. Þeir vildu fá litla mjúka Ísland til að koma að hjálpa sér að byggja upp sinn eigin sjávarútveg og eigin forsendum. Fjöldi Íslendinga lagði hönd á plóg, meðal annars við uppbyggingu sjávarútvegsfyrirtækisins Fiskor sem namibíska ríkið stofnaði. Fyrsti forstjóri þess var Íslendingur. Reyna að koma öllum í aðstöðu til að geta komist í gang og í sjálfsögur var markmiðið að fyrirtækin myndu smátt og smátt færast í hendur heimamanna. Sigurður yfirgaf landið 2 árum síðar. Fiskor var þá að verða stórfyrirtæki. Átti 2 dótturfélög undir nafninu Seaflower, skipaflota og 1000 manns á launaskrá. We have been able to benefit from Icelandic expertise, particularly in the field of fishing. Here in Namibia, I would like to further promote friendship and cooperation between our two countries and peoples. Please come inside. Our task is not to stay here forever as a government. It is our task to help the country, and the country is not anymore a development country.
It is getting an industrial country with big fishing industry. Formlegri þróunaraðstoð íslenskra stjórnvalda lauk árið 2010. Sigurði var síðar falið að skoða hvernig til hefði tekist og endurnýjaði því kynni við land og þjóð í nóvember og desember árið 2013. Það eru náttúrulega vel á annan milljarð króna sem við setjum í þetta heilt yfir. Menntaaðstoðin var mikilvæg eins og sjómannaskólinn. Það var við að byggja undir Hafrannsóknastofnunina. Við komum að því að reka Hafrannsóknaskipið þeirra, Benguela. Í skýrslu Sigurðar segir að það stappi nærri kraftaverki hversu vel hafi gengið að koma namibískum sjávarútvegi á legg. Eitt og annað vakti þó spurningar. Íslendingar hafðu til að mynda varið tugum milljóna króna í upplýsingatæknikerfi sem tryggja átti gagnsæi og yfirsýn yfir kvótaúthlutun og veiðar í Namibíu. Þegar Sigurður svo fór að spyrjast fyrir afdrif þess, kom í ljós að einfaldlega hafði verið slökkt á kerfinu. Það var svona gagnsæiskerfi til þess að menn getur séð mjög fljótt og vel hvað var að gerast í sjávarútveginum. Það var íslenskur ráðgjafi sem hafði unnið í ráðuneytinu í rúm 2 ár við að byggja þetta upp og með því að hafa ekki gagnsæi þá náttúrulega mjög auðvelt að segja að hlutin sé öðruvísi en þeir eru. Sigurður segist loks hafa fengið þau svör að ákvörðun að hætta söfnun og birtingu upplýsingana hafi komið frá sjávarútvegsráðherranum sjálfum. Þannig að þetta alveg brotið á æðsta level, æðsta stigi og það vandamál. Miklu meiri hætta því að þetta lendi í fárra höndum með svona kerfi. Í kofabyggðum eins og þessum hér í Tutaleni í Walvis Bay býr og yfir helmingur allra íbúa stærstu borga Namibíu. Ástæðan þó ekki eingöngu fátækt og atvinnuleysi, það kemur nefnilega fleira til. Þetta einfaldlega eina húsnæði sem býðst venjulegu launafólki sem heldur uppi stærstu atvinnugreinum landsins. Innviðirnir hér eru ekki sterkari en svo. Því þrátt fyrir að fiskveiðiauðlindin skili milljörðum á land hér í hafnarborginni Walvis Bay ár hvert, þá skila tekjur af henni sér illa til samfélagsins. We are having a lot of things in Namibia, mine, agriculture, fishing, special fabric. We are having a lot of things, but our government don't want to give us the job. That's why we are struggling too much. I think we are having only 2.9 million, the population of our people, but our reach, our economics is bigger than ours. So the president and the minister and the king, they want to survive nicely, but us, we are struggling. Eddie býr hér og rekur verslun og bílaþvottastöð. Konan hans á spænskum togara. Þrátt fyrir að vera bæði í vinnu, sjáðu ekki fram á að komast í betra húsnæði næstu áratugina. So who gets all the money from the fish and the mines? The president and the minister is the one having a share. If you don't have a family working in the government, you are suffer. They're corrupt. They're corrupt. Þegar Íslendingarnir sem sinntu þróunarsamvinnu yfirgáfu Namibíu árið 2010 birtust aðrir í þeirra stað. Starfsmenn útgerðarfyrirtækisins Samherja. Á innan við áratug síðan hefur fyrirtækinu tekist að komast yfir og veiða hátt í 1/3 hrossamakrískvóta þjóðarinnar. Umsvif Samherja í Namibíu eru í tonnum talið 1/5 þess sem fyrirtækið dregur á land allan heim. Fyrirferð Samherja í Namibíu í hróplegu ósamræmi við skilyrði þarlendra stjórnvalda. Sami hópur manna og setti þessi skilyrði hefur gengið lengst í að greiða götu Samherja en leið fengið á 2 milljarð króna frá íslenska fyrirtækinu.
Samtökin Global Witness hafa árabil rannsakað og komið upp spillingamál víða heim. Þau kynntu sér gögn málsins og segja vísbendingar spillingu og mútur augljósar. It's hugely undermining for Iceland's foreign policy aims when a company comes in and bribes in order to get its fish quota. They're undermining the governance of an entire country. They're depriving its budget of revenues that the country desperately needs for health and education. Iceland's foremost fishing company. They should be held to high standards. Instead, they're really behaving like the lowest of the low. Gagnaleikinn til Wikileaks inniheldur þúsundir skjala og tölvupóstsamskipti starfsmanna Samherja. Einn þeirra hefur sömuleiðis ákveðið að stíga fram og segja frá. Þetta bara glæpastarfsemi. Þetta bara skipulögð glæpastarfsemi. Þeir eru að græða á auðlöndum landsins, taka alla peningin út úr landi til að fjárfesta annars staðar og þó í Evrópu eða Bandaríkjunum. Með því að lýsa þessu svona, þá ertu í raun sjálfur að segjast hafa brotið lög. Ég braut lög fyrir hönd Samherja þegar ég var þarna og ég var maðurinn til að ná í kvótana og hafa tengingarnar og svoleiðis og svo ég bara með ordru frá hærri sett mönnum. Jóhannes Stefánsson var verkefnastjóri Samherja í Namibíu til 2016. Hann hóf störf hjá Samherja 2007. Fyrirtækið hafði þá nýverið keypt útgerðina Sjólaskip fyrir 12 milljarða króna. Afríkuútgerðin hefur reynst Samherja arðbær og var sögð standa undir þriðjungi af allri veltu og hagnaði félagsins næstu árin. Hagnaður Samherja undanfarinn áratug yfir 100 milljarðar króna. Hænasti langstærsti togarinn sem skráður á Íslandi, rúmlega 7600 lestir. Þetta 6-7 sinnum stærri heldur en einir hefðbundnu íslensku togarar. Dekkið hér borð í Hænasti eins og fótboltavöllur, þetta ekki vanþörf á. Það tekið hérna inn magn sem nemur sirkum 1 kvóta á íslenskum togara á viku 10 dögum eða svo. Þessi sami risatogari var auk 5 annarra í útgerð sjólaskipa við vesturströnd Afríku. Togarar sem eru í raun líkari fljótandi verksmiðjum sem kom ekki í land nema á 2 ára fresti. Til 2010 veiddu þeir árlega 100.000 tonna við strendur Marokkó og Máritaníu. Það ár breyttust forsendur og kvóti lá ekki lengur á lausu. Fyrirtækið þurfti því að treysta á að Marokkómenn myndu úthluta þeim kvóta. Í því verkefni miðju lenti Jóhannes Stefánsson. Þegar ég var ungur þá var strax mikil ævintýraþrá hjá mér. Ég fór skiptinu til Panama þegar ég var 18 ára. Kláraði 2 ár í mentó. Var síðan bara strax komin að vinna í fiskvinnslu og var bæði á landi og sjó. Danmörku, Noreg, sjó á Rússlandi, sjó í Suður Indlandshafi á tannfiskveiðum. Svo var ég komin til Vestur-Afríku á sjó þar fyrir Sjólaskip. Endaði svo í landi í Marokkó fyrir íslenskt fyrirtæki og svo fór ég þaðan á sjó til Kötlu Seafoods og þaðan fór ég sá landvörsluverkefni fyrir Samherja í Marokkó. Þannig að ég var innan einhverja 3 ára þá var ég komin í því að lobbya fyrir sjófrystikvóta í Marokkó. Þrátt fyrir mikla vinnu og tilraunir forseta Íslands til að hlutast til samningagerðina við Marokkómenn, meðal annars í gegnum tengsl forsetans við valdamikinn bankamann í landinu, tókst Samherja ekki að fá það sem sóst var eftir, sjófrystikvóta. Það mikil verðmæti í hrossamægliskvóta og þá fyrir sjófrystingu. Þetta mjög einfellt í uppsetningu eins og í tilfelli Samherja þeir kom bara með skipin, veiða, frysta, landa í fraktskip oftast nær. Þetta ekki fyrirhöfn og það ekkert verið að fjárfesta í landinu. Aðalsteinn Helgason sem verið hafði hátt settur innan fyrirtækisins og setið í stjórn þess árum saman var framkvæmdastjóri Afríkustarfsemi Samherja sem snerist nú að leita sunnar eftir kvóta. Honum til aðstoðar voru auk Jóhannesar Ingvar Júlíusson fjármálastjóri Samherja á Kýpur og í Afríku. Namibía virtist henta best. Þar var mikið af hrossamagríl, 350.000 tonna áskvóti. Í gögnunum sem Kveikur hefur rannsakað ber strax mikið á umræðu tengslið ráðamenn. Vísaðir í gott samband Samherja á æðstu stöðum og vinsamlegt andrúmsloft til Íslands eftir áratuga þróunarstarf. Samband sem sagt mjög dýrmætt enda kvótaúthlutanir pólitískar í Namibíu. Á öðrum stað svo fullyrt að Samherji sé að fá kvóta í gegnum Svabóflokkin. Þannig verði kvótinn ódýrari, einungis þurfi að greiða það sem kallað kvótagjald til flokksins. Mútur eru óhikað nefndar og sagt að spilling sé mikil í landinu
og ekki þykir óeðlilegt að borga aðilum fyrir aðstoð við að klára ýmis mál, svo kallað facilitation fee. Þegar ég fer til Namibíu 2011 þá strax bara stefnan eins og hefur verið í Marokkó, bara nálgast sjávarútvegsráðherrann. Þeir sem lögðu þessar línur voru Þorsteinn Már og Aðalsteinn. Hvaða hindrun sem væri þá þetta bara að komast yfir hana til að komast í eins mikið aflaheimildum og hægt Og borga mútur þar með talið? Já, það að borga mútur var engin fyrirstaða fyrir Samherja. Hvað þýddi kvótagjald til SWAPO-flokksins? Við lítum að þetta væri sem goodwill á sem mútur. Facilitation fee ólöglegt. Í einu tilfelli þá borgum við facilitation fee fyrir að fá kvóta frá Fish Consumption Promotional Trust sem ríkisbatteri til að promóta fiskneyslu í landinu. Og þeir aðilar sem voru í kringu það, þeir báðu facilitation fee til að sjá til þess að kvótin kæmi til okkar og það var borgað. Starfsemi Samherja í Namibíu hefur í tæpan áratug farið þannig fram að alltaf 3 verksmiðjutogarar hafa verið við veiðar á hrossamakrýl við landið. Togarana hafa dótturfélög Samherja og Kýpur leggt 2 útgerðum Samherja í Namibíu. Kötlu sem seinna fékk nafnið Mermaria og Artignam sem Samherji átti ásamt hópum kvótaleyfishafa í landinu. Hrossamakrýlskvóti í Namibíu mjög eftirsóttur og á þessum tíma 2011-12 þá var þetta bara lítið sem gull. Já, ef að til dæmis Samherji kaupir 1 kvótatonn á $200 þá getur hagnaðurinn verið svona frá 200 og upp í $350 per tonn. Það erfitt að tapa á þessu ef veiðin góð og eins og hún búin að vera meira og minna í mörg ár. Þennan eftirsótta kvóta hefur Samherja tekist að komast yfir og tryggja sér þannig 2 milljarða króna verðmæti. Katla eða Mermaria hefur verið umsvifamest í veiðum í landinu og notuð óvenjulegra sérkjara ríkisfyrirtækisins Fiskor og nýtt sér milliríkjasamning á milli Namibíu og Angola. Artignam sem Samherji stjórnaði en átti minnihluta í á móti 3 hópum namibískra kvótahafa veiti mesta kvóta frá meðeigendunum en hefur nú nær alveg hætt starfsemi í skugga harðvítugra deilna. Samherjamenn eru þar sakaðir svik við namibísku kvótahafana. Fulltrúi eins þeirra segir fagurlega myndskreytt loforð gríðarlega uppbyggingu í landi, alltaf 500 störf og ekki síst arðbært samstarf við kvótahafana hafa orðið til þess að samið var við Íslendingana, en að fiskur hafi legið undir steini. They promised so many things, so many things, you know. I mean, they took us to Iceland and it was a really pretty trip for 10 days or whatever and they showed us everything that they could do. So it only became confirmed to me later that there were people that were on their payroll. They remained on their payroll not to ask questions in the board meetings. So this has been their modus operandi from the very beginning. Sharon segir Samherja augljóslega hafi mist áhugan á samstarfi við Namibíumennina í Artignam en það hafi hitt félag Samherja skyndilega komist í mikinn kvóta sem Samherji þurfti þá síður að deila við samstarfsaðila ávinninginn af. Loforðin í upphafi segir hún aldrei hafa staðið til að efna. Clearly, it was never their intentions, you know. And I think it didn't help, of course, that they very quickly became so politically connected, you know, very, very quickly. I think that helped set them up. And till now, I actually believe that is why they believe that they are untouchable. Sharon þarna vísa í samband sem Samherji kom á mjög snemma við áhrifamenn SWAPO-flokksins. SWAPO hefur verið nær einráður í landinu allt frá sjálfstæði þess og margir flokksmenn efnast ævintýralega á sama tíma. Eins og alltaf sagt í Afríku að þegar höfðinginn búinn að setja pottinn í gang og það komið nóg í pottinn, þá mjög mikilvægt að geta verið við pottinn og fengið góða bita. Og það gott að vera nálægt höfðingjanum? Já, mjög nálægt. Þarna var að myndast ný auðvaldstétt. Það var orðið mikið meiri auður og flottari bílar og flottari hús og stórt Hilton hótel sem var ekki að vera endanum. Þannig að jú, það greinilega að verða til lag, rjómalag í landinu sem var ekki lengur bara hvítt. Á þaki þessa sama Hilton hótels fór fram afdrifaríkur fundur í nóvember árið 2011. Tilefnið var mögulegt samstarf Samherja við unga Namibíumann. Ungi maðurinn sem ætlaði sér í samstarf við þetta fjölþjóðlega sjávarútvegsfyrirtæki hafði þó enga reynslu í greininni og kom í raun ekki með neitt að borðinu sem virtist geta nýst Samherja í útrásinni hér í Namibíu. Hann kom hins vegar með eitt á fund hér á Hilton hótelið í Windhoek, fjölskyldualbúm sem hann lagði á borðið fyrir framan Samherjamenn. Og hann sýnir okkur myndalbúm á iPadinu sínum, þar sem mynd af honum og dóttur sjávarútvegsráðherrans. Þannig var komið tengdasonur sjávarútvegsráðherrans og það var nóg til að taka nokkra fundi viðbót og svo fyrir Aðalsteinn að semja við hann. Tamson Hatui Kulipi alltaf kallaður Fitti af vinum og fjölskyldu.
Fitti líka ritað á einkanúmerið á hvíta bensbílnum sem hann ekur nú á. Aðalsteinn Helgason samdi skriflega við Tamson, fyrst og fremst vegna vensla hans að sögn Jóhannesar. Hlutverk hans var ekki skilgreint nánar en svo að Tamson gæti og ætlaði að tryggja Samherja hrossamakrískvóta. Það gerði Tamson með því að kynna Samherja fyrir tengdapappa sínum eins og segir í minnisblaði Jóhannesar til yfirmanna sinna stuttu síðar. Katla með gott samband við sjávarútvegsráðherrann og hans menn. Það vita mjög fáir og meðhöndlað sem algert trúnaðarmál. Hann styður Kötlu í Namibíu. Hann hefur óskað eftir að það verði bein samskipti á milli Kötlu og hans, eða að þau fari ekki í gegnum skrifstofu ráðherrans. Ráðherrann að vinna vinnu til að aðstoða Kötlu í dag. Áhersla á leynd margítrekkuð þarna fyrr og síðar. Ekki síst þess vegna athyglisvert að sjá hversu opinskátt var rætt fyrirhugaða landvinninga í Namibíu á árlegum stjórnendafundi Samherja sem haldinn var hér á Hilton hótelinu í Frankfurt þann 22. mars árið 2012. Stjórnendafundir Samherja eru árviss viðburður. Hátt í 30 stjórnendur víða heim koma saman og ráða ráðum sínum. Á fundinum í Frankfurt var Namibía fyrst á dagskrá. Aðalsteinn Helgason hafði augljóslega gert nokkur drög að kynningu sinni. Í einni þeirra lýsir hann landi og þjóð svona: fagurt land með gott fólk, lítil þjóð í stóru landi, lífsglaðir letingjar. Kynning Aðalsteins í Frankfurt innihélt hófsamari lýsingu á landi og þjóð eftir athugasemdir undirmanna hans við orðfærið. Eftir hefðbundna yfirferðum land og staðhætti sagði hann hins vegar: veruleg spilling ríkjandi í landinu. Og við flenni stóra mynd af sjávarútvegsráðherra landsins: ráðherra getur breytt tonnum á hvern aðila eftir geðþótta. Og í gegnum þennan ráðherra ætlaði Samherja að stytta sér leið samkvæmt kynningunni. Án þess að keppa kvóta á markaði. Það væri of dýrt. Til væri ódýrari leið fyrir Samherja í gegnum menn sem væru nátengdir ráðherranum og öðrum mönnum í æðstu stöðum. Þessir menn og ráðherran hafi lofað Samherja ódýrari kvóta en almennt bjóðist. Samherji sé nálægt ráðherranum og hafi nú tækifæri sem við fáum ekki aftur eins og segir í loka orðum kynningarinnar. Mennirnir sem Aðalsteinn sagði nátengda ráðherranum voru auk Tamsons, náfrændi hans James Hatuikulipi, stjórnandi fjármálafyrirtækis, og Saki Shangala, háttsettur svabóliði og núverandi dómsmálaráðherra Namibíu sem á þessum tíma sat í valdamiklu embætti formanns lagaendurskoðunarnefndar landsins. Þremenningarnir voru líka kallaðir hákarlarnir. James og Saki hafa efnast vel á viðskiptum tengdum einkaréttasamningum ríkisins og fyrir vikið verið harðlega gagnrýndir og sakaðir spillingu. Nokkuð sem Saki hefur þvertekið fyrir en jafnframt sagt opinberlega að pólitík og viðskiptalíf séu bólfélagar sem fátt fái skilið að. There's been nobody who has been talked about, written about, insulted. But you know what I do? Hákarlarnir voru kannski nýgræðingar í sjávarútvegi, en verðmætir engu að síður. Öll innstu leyndarmál í þessum hópi með ráðherranum, sagði í minnisblaði Jóhannesar til Þorsteins Más og Aðalsteins sem dagsett var í ágúst 2012. Þar mikilvægi hvers og eins lýst. Tamson sagður hafa reynst mjög vel og fært skilaboð á milli ráðherrans og Samherja. James gegni þar stóru hlutverki og Saki sagður áhrifamikill og hafa reynst vel, enda einn af þeim sem skrifi lög landsins. Samherjamenn launuðu hákörlunum enda ríkulega og styrtu sambandið á næstu árum. Minnst 3 hefur Samherji flogið þeim til Íslands og pungað út milljónum króna eins og reikningar og kvittanir fyrir flugferðir og hótelgistingar hér og í Lundunum sína. Á myndum sjást þeir á djamminu í Reykjavík í heimsóknum til forstjóra Samherja sem sérstakir gestir á árshátíð fyrirtækisins árið 2016 og í vélsleðaferði í Eyjafirðinum, allt í boði Samherja. Þorsteinn Már og sjávarútvegsráðherrann hittust líka allavega 2 í Namibíu með leynd í bæði skiptin. Hér sjást þeir saman á mynd sem tekin var í október 2015 á heimili tengdasonar ráðherrans. Fyrsti fundur þeirra var þó í maí árið 2012. Þar voru viðstaddir auk Aðalsteins og Jóhannesar 2 hákarlana, Tamson og James. Hvorki Hilton hótelið eða heimili ráðherrans þar spölkort frá virtust henta.
Því var farið hingað á búgarðinn Dakota House, 200 kílómetra vestan við borgina. Fundurinn á búgarði sjávarútvegsráðherrans árið 2012 var gríðarlega mikilvægur. Þorsteinn og Aðalsteinn komu sérstaklega ferð til Namibíu. Það var séð til þess að þetta væri á búgarði sjávarútvegsráðherrans svo að það yrði lengd yfir þessu. Þannig verið að byggja traust. Traust sem svo mikilvægt þegar fram í líða stundir. Og sjávarútvegsráðherrann lofa líka Samherja komfort að komast í kvóta og á betri verðum heldur en gekk á þessum tíma. Sú stefna að Namibíumenn eigi forgang í sjávarauðlindina var mörkuð snemma og færð í lög. Og það hefur ráðherrann Esau lagt áherslu á í ræðu eftir ræðu undanfarin áratug. Is this company really creating jobs or not jobs? Or is it contributing towards unemployment? Is this company or that right holder contributing towards poverty alleviation or not? Is it contributing towards value addition or not? So those are the factors that needs to be considered as well when you allocate quotas to companies. Í fundargerð sem Samherjamenn gerðu eftir heimsóknina á búgarðinn stendur tvennt upp úr. Tilvitnanir í ráðherranum komfort til handa Samherja og svo hvernig grunnur virðist lagður að því að koma Samherja fram hjá kröfum namibískt eignarhald. Lausnin var innan Samherja kölluð því smekklega nafni að setja svart andlit á starfsemina. Fá heimamenn í eignarhöldin sem fronta, eins og sagt var orðrétt. Hákarlarnir veittu liðsinni. Stafræn fingraför núverandi dómsmálaráðherra Namibíu eru sjáanlega á drögum af þessari fléttu. Samherji var með henni minnihlutaeigandi í útgerð sinni Kötlu í Namibíu. Meiri hluti í fyrirtækinu skráði nafn fyrirtækis í eigu Namibíumanns. Í gögnunum sést að svona var þetta þó ekki raunverulega. Meðeigandanum lýst sem front fyrir James og félaga og sagt að með baksamningum tryggði Samherji sér yfirráð yfir félaginu og nærri 75% efnahagslegan hlut. Í minnisblaði til Þorsteins Más stuttu seinna segir svo: komnir í samvinnu við ráðherrann og hann hluthafi í fyrirtækinu. Það var viss áfangi að fá sjávarútvegsráðherrann og hans fólk sem hluthafi í fyrirtækinu. Það enginn af þeim hluthafar á pappírnum, þeir nota bara frontmenni svo tíðkast hana í spillingunni. Svona virka bara Samherji, þannig að maður bara vann eftir þeirri stefnum og orðurum. Að ná í eins ódýran kvóta og hægt væri jafnvel þó þú ættir að bera fé á embættis eða stjórnmálamenn. Já, það var alveg skýr stefna hjá yfirmönnum mínum að það ætti bara að komast yfir sjófrystikvóta eins ódýrt og hægt með hvaða leið sem Samherji lenti ekkert í því að greiða mútur í Namibíu. Já, geturðu nefnt með dæmi hvernig þessar greiðslur, til dæmis fyrstu greiðslur fóru fram til svona háttsettra manna? Fyrsta greiðslan til sjávarútvegsráðherrans, þá fékk ég beini frá tengdasyninum að hvort ætti ekki að borga ráðherranum pening því að hann væri búinn að leggja sitt á mörkum til að styðja Samherja að komast inn í Namibíu og ég spyr hversu mikið og hann talar $60,000 á þeim tíma. Þannig að ég sagði ég verð bara hringi mín yfirmenn og ég hringdi í Aðalstein Helgason og ég spyr hann og það kom mér alltaf óvart hvað hann tók þessu bara sem sjálfsagðan hlut og sagði bara orðaði þetta einhvern veginn þannig en að ef þú átt tækifæri að borga sjávarútvegsráðherra þá skaltu borga honum strax. Og ég sá til þess að hann fékk þessa $60,000. Ég þurfti að fara frá Walvis Bay til Windhoek og gera það bara næstu dögum og byrja því að koma mér á hótel, fer síðan að kaupa tösku og ég er búinn að senda þá oftast beiðni inn í bankunum að hafa peninga klára og fá þessa peninga. Og það eitt útibú í Windhoek sem afgreiðir svona upphæðir og maður mætir og síðan fer maður inn í öryggisherbyggi og gefur sín skilríki og upplýsingar og þá fær maður peningana og setur þá bara í tösku og fer síðan upp á hótel, lét tengdasonum vita og það læt ég hann hafa töskuna. Og þetta gerðist í raun og veru nákvæmlega svona þarna stuttu eftir fundin á þessum búgarði til dæmis? Þetta gerðist stuttu eftir fundin á búgarðinu, já. Samkvæmt yfirliti af bankareikningum Samherja í Namibíu var samsvarandi upphæð og Jóhannes vísar til tekin út í reiðufé á þessum tíma. Afdrif slíkra úttekta þó vonlaust að rekja frekar. Þannig þó ekki farið með stærstan hluta greiðslna sem Jóhannes segir hafi runnið frá Samherja til þessa hóps á næstu árum. Fyrir allar mútugreiðslurnar þá eru bara gerðir reikningar til að geta réttlætt þetta fyrir í bókhaldinu og réttlætt þetta fyrir endurskoðendunum og sömu tilfelli þá voru gerðir ráðgjafarsamningar og síðan var líka gerður húsaleigusamningur. Þetta var allt í málumynd og fyrst og fremst fyrir bókhaldi svo það fari ekki að vakna einhverjar spurningar í kringu þetta. Í þessu samhengi lék ríkisfyrirtækið sem Íslendingar stofnuðu með heimamönnum lykilhlutverk. Fiskur langstærsti kvótahafinn í dag í Namibíu. Fyrir nokkrum voru við með engan kvóta. En út af því að hákarlarnir og sjávarútvegsráðherrann og fleiri breyttu lögunum,
að í dag þá eru örugglega með hátt í 1/3 af hrossamakrílskvótanum. Árið 2014 var þó vænt stefnubreyting hjá ríkisfyrirtækinu Fiskor. ESA sjávarútvegsráðherra skipaði fyrst öllum að óvörum James Hatuikulipi náfrænda tengdasona síns stjórnarformann Fiskor. Að því virðist þvert á starfsreglur fyrirtækisins. Því fylgdi ESA svo eftir með því að útluta hrossamakrílskvóta í fyrsta sinn til Fiskor. Hvort tveggja gerðist raunar svo lítið bæri á, en samherjamenn fylgdust með hverju skrefi. Kvótan tók ráðherrana fyrirtæki sem starfað hafði í Namibíu í fjölda ára og byggt upp starfsemi á sjó og í landi. Og það fyrirtæki bara farið í dag. Yfir 1000 störf töpuð og þetta var fyrirtæki sem borga alla sína skatta í landinu. Og þessu fyrirtæki var bara fórnað til að hleypa samherja að og hákarlinir fengu aðgang að kvóta. Hæstiréttur Namibíu úrskurðaði kvótaúthlutun ráðherrans til Fiskor ólöglega árið síðar. Dómurinn hafði þó ekki meiri áhrif en svo að ráðherran vatt sér nú í það að breyta lögunum. Samskipti sína að hákarlarnir hafi lengi stefnt að lagabreytingunum í samráði við samherja, sem taldi þær augljóslega í sína þágu. Það breytingar sem eru í vinnslu vegna hugsanlegra nýrra laga og reglugerða í sjávarútveinum eru vegna ráðherrans, Saki, James og Kötlu, sagði til dæmis þau máli í einu minnisblaða Jóhannesar til yfirmanna sinna. Samherji var að hlutast til að innanríkismálum með því að skipta sér öllum lagasetningum og breytingum. Þegar lögin gengu í gegn sendi Jóhannes Þorsteini Má tölvupóst og sagði honum að lögin væru gengin í gegn og James væri búinn að lofa langtíma samningi. Stofna þyrfti fyrirtæki með þeim og skipta prósentum. Lagabreytingin var til þess að verðmætur kvóti alltaf 80.000 tonn árlega fóru nú til Fiskor frá ráðherranum og þaðan til samherja á sannkölluðum vildar kjörum. Þegar ráðherran úthlutaði ríkisfyrirtækinu kvóta ólöglega ári áður var honum skipt milli samherja og annars ótengds fyrirtækis. Nema hvað, samherji greiddi 20% lægra verð. Kjörin urðu enn hagstæðari eftir lagabreytinguna, alltaf helmingur af markaðsvirði. Stór hluti kvótaverðsins var enda greiddur fram hjá ríkisfyrirtækinu. 20 milljóna króna greiðslur til félags að nafni ERF 1980 samhliða fyrstu kvótaviðskiptum samherja og Fiskor eru dæmið þetta. Í fyrstu voru greiðslurnar sagðar fyrir ráðgjöf, en þeir reikningar síðan afturkallaðir og í staðinn gefnir út 2 nýjir reikningar. Annars vegar fyrir húsalegu og svo fyrir kostnað vegna breytinga á húsnæði sem sagt var frystigeymsla á þessari lóð í Walvis Bay. Ég hef aldrei séð þetta á húsnæði og þegar ég var að standa í þessu fyrir hönd samherja þá var náttúrulega bara alveg ljóst. Það var bara að reyna að finna einhvern dummy samning til að dekka hérna reikningana í bókhaldinu. Raunverulegu tilgangur greiðslnanna var svo ræddur opinskátt í tölvupóstsamskiptum fjármálastjóra Samherja í Namibíu og Jóhannesar. Fjármálastjórinn sagðist búinn að gleyma hvað þetta ERF 1980 væri sem tengdist James og félögum. Þetta 1,5 milljón fyrir flokkin og hálf fyrir Seaflower-kvótan, svarar Jóhannes. Endanlegir eigendur ERF 1980 í gegnum sjóði þeirra eigu eru þeir Saki Shangala og James, stjórnarformaður Fiskor. Greiðslur eins og þessar samhliða kvótaviðskiptum við ríkisfyrirtækið áttu bara eftir að aukast. Oftast sagðar ráðgjafakostnaður byggður á samningum tengdasonarins við samherja sem stjórnarformaður Fiskor vottaði jafnvel. Greiðslur eins og þessar eru af alþjóðastofnunum eins og OECD sögð skýr merki lögbrot. The use of the term consultancy to describe payments made to well-placed middlemen in natural resource deals is classic boilerplate corruption, essentially. Time and again, you see intermediaries getting corrupt payoffs, and these are described in the books as consultancy. But often you'll see that there was no real consultancy work done whatsoever. Those intermediaries there are to make things happen, to get the people in power to do the things that you need to get done. Samhengi kvótaviðskipta Samherja og Fiskor við slíkar ráðgjafagreiðslur athyglisvert. Í byrjun árs 2016 fekk Samherji 5.000 tonna kvóta frá Fiskor á verði sem var 50 milljónum krónum lægra en í samskonar viðskiptum stuttu áður. Samhliða fekk félag að nafni JTH Trading 30 milljónir króna greiddar frá Samherja, að því sagt var fyrir ráðgjöf. Það félag í eigu tengdasonar ráðherrans. Samkvæmt drögum að ráðgjafarsamningi átti félagið að vera Samherja innan handar við að ná sér í verkefni og fá fyrir ótilgreindar árangursgreiðslur. Félagið hefur ítrekkað fengið greitt samhliða kvótaviðskiptum Samherja við Fiskor.
Í mars 2017 greiddi Samherji 25 milljónir króna til ríkisfyrirtækisins og 30 milljónir til JTA Trading. Í ágúst sama ár fara 40 milljónir til Fiskor en 50 til JTH. Svipað mynstur sjáanlegt árið 2018 og fram á þetta ár. Síðastliðin 3 ár hefur Samherji greitt JTH Trading það bil 300 milljónir íslenskra króna á þennan hátt. Þrátt fyrir að vera skráð á Tengdasonin hægt að rekja greiðslur þaðan og til félaga í eigu hinna hákarlana tveggja. This looks very much like bribery. I think Samherji has some very difficult explaining to do to show how this could be anything but. One has to look at the very way in which Fiskor got the right to sell on quota for horse mackerel. The law had to be changed for Fiskor to get that right. And who was involved in getting that law changed? It was those same sharks. And then it's those same sharks who get paid afterwards. Staðan fyrir að borga bara 100% rétt verð til Fiskor, þá bara borga til dæmis 65% og 35% beint inn á reikning hákarlana. Við vorum að borga undir markaðsverði þótt við vorum að taka allan kostnaði saman. Fiskor að tapa á þessu og ríkið að tapa á þessu. Ráðgjafagreiðslur eins og þessar hafa verið rauður þráður í rekstrinum í Namibíu síðastliðin ár. Á 5 árum hefur Samherji greitt andvirði 600 milljóna króna til 4 namibískra hákarlafélaga. Ýmist í tengslu við viðskipti Samherja og ríkisins eða í kjölfar fyrirgreiðslu ráðherrans og hans manna. Á meðan Reykvíkingar og gestir þeirra menninganótt ýmist hlupu maraþon eða stunduðu maraþonskemmtun í ágúst 2014 lauk stífum fundarhöldum hér á 13. hæð Höfðatorgs með samkomulagi. Samkomulagið byggðist á því að nágrannaríkin Angola og Namibía skiptust á hrossamakrílskvóta í lögsögum beggja ríkja. Slíkir samningar eru ekki óalgengir. Í nóvember 2013 kynnti Saki Shangala Samherja hugmynd sem fól í sér hjáleið að kvóta við Afríkustrendur. Leiðin snerist að fá sjávarútvegsráðherra Angola og Namibíu til þess að gera milliríkjasamning kvótaskipti. Í samningnum yrði gert ráð fyrir að namibískt og angólskt fyrirtæki nyti þess sem í samkomulaginu fælist. Það félag yrði þó sett upp til málamynda, svo að heimamenn tæki við kvótanum sem síðan reynir rakleitt til Samherja sem fengi 10.000 tonna kvóta árlega, tryggðan til fjölda ára. Og þarna var bara skapað milliríkjasamkomulag undir fölskum forsetum, svo að hákarlarnir kæmist í aflaheimildir sem þeir gætu síðan selt Samherja og hagnast á sjálfur. Og þeir alltaf þurftu að fá aðila með sér inn í þetta frá Angola, svo sjávarútvegsráðherrann og fleiri, sem að fengu þá hluta af kökunni líka. Í nóvember árið 2013 bauð Samherji því 5 manns frá Angola og Namibíu til Íslands. Á mynd sést Þorsteinn Már stilla sér upp í Hafnarfjarðarhöfn með James og Saki, ráðgjafa sjávarútvegsráðherra Angola, auk sonar angólska ráðherrans og tengdasonar þess namibíska. Mikilvægi þessarar ferðar lýsti James Hatu Ikulibi með vísan í leikplanið sem sett var upp í stjórnarherbyggi Samherja á Akureyri. Það eru stórir og miklir pólitískir hagsmunir í húfi og ég treysti því að þið virðið það. Tækifæri sem ger okkur kleift að komast yfir rétt til að nýta auðlindir í Namibíu á sama tíma og slíkt mjög eftirsótt en stendur öðrum ekki til boða. Við búum yfir sambandinu við hæstsettu aðilana í málinu. Saki og ráðgjafi angólska ráðherrans gerðu síðan allt nema skrifa undir milliríkjasamningin, undirbjuggu hann og sendu sameiginlegt meðmælabréf til ráðherrana þar sem Samherji fékk þeirra bestu umsögn. James lýsti því svona í tölvupósti til Samherjamanna. Ráðherrar beggja landana Angola og Namibíu hafa unnið að því fyrir okkur að tryggja þetta aðgengi að kvótanum og virkjað allt ríkisbatteríið til þess að staðfesta samkomulagið. Til að koma svona milliríkjasamkomulag þá þurftu náttúrulega að fóðra marga vasu og það hafa gríðarlegan pólitískan stuðning. Þá náttúrulega keyra þetta líka gennum ríkisstjórnina og þá voru lagðar inn 50 milljónir inn á félag Tamson. Því að það þurfti að borga háttsettum aðilum sem voru að hjálpa þeim að keyra þetta í gegn. Bara þeim aðstu í landinu eins og ég skildi það. Ég skildi að það var í forsetinu og fólk í kringum hann. Gerðu þetta í samráði við Þorsteinn Má? Alla greiðslur eins og þessar 50 milljónir þá ger ég allt í samráði við Þorsteinn Má. Ég gerði ekkert án hans aðkomu. Þessi greiðsla fór frá Samherja til enn eins félags tengdasonarins sem í staðinn gaf út reikning fyrir ráðgjöf. Á sama tíma voru þó Tamson og félagar að minna á að þeir væru engir aðstoðarmenn Samherja í viðskiptunum.
heldur beinir þáttakendur. Það vorum við sem bjuggum til þetta tækifæri fyrir Samherja, sem viðskiptafélagar og ætlumst til þess að komið sér fram við okkur sem slíka. Enda var fögnuður þeirra yfir því þegar kvótinn var í höfn eftir þessu. Gentlemen, we are in business, sagði embættismaðurinn Saki og vinur hans, stjórnarformaður ríkisfyrirtækisins, svaraði hæl. Best news ever. Þess vegna var blásið til fundar í aðdraganda menninganætur árið 2014 til að skipta ávinningi milliríkjasamningsins sem yrði mun meiri en áður. Hákallarnir vildu nú að Samherji greiddi þeim 3/4 kvótaverðsins erlendis. 1/4 færi til namibíska félagsins sem fekk kvótanum úthlutað en seldi áfram til Samherja. Saki laði áherslu á hvað hefði áunnist í glærukynningu sem hann hafði með til Íslands og var merkt Þorsteini Má. Við þurfum að tryggja að jafnvel þó skipt verði ráðherra verði ekki hreyft við samningnum. Tækifærin sem við fáum í Namibíu og Angola standa ekki öllum til boða og áður en aðrir kveikja á perunni þurfum við að vera búnir að koma öllu í gang. Þannig náum við best að verja báða ráðherrana. Það voru margar pælingar í gangi hvernig hákarlarnir myndu fá borga fyrir Angola Namibíu dílinn. Fyrir hluta árs 2014 þá biður James okkur að styrkja sig og aðra til að fara til Dubai til að geta stofna félagi svo félagi sé klárt. Þeir vildu fela peninginn í Dubai og á þessum fundi þá ákveður Þorsteinn Már að það sé best að borga þessi 75% til Dubai frá félagi Samherja á Kýpur, Esju Seafood. James er eitt skráður fyrir félaginu en það líka bara hann fronturinn og síðan átti þetta félag bara að taka peninga og dreifa til annarra. Hverju voru það? Það þá sjávarútvegsráðherrann, það var talað einhverja aðra hátsetta í Namibíu og þá líka Saki dómsmálaráðherra og Tamson tengdasonurinn og svo líka sjávarútvegsráðherrann í Angola og sonur hennar og ráðgjafi. Og það alltaf reynt að hafa smá fjarlægð á milli pólitíkusana. Ekki liðu nema nokkrir dagar frá fundinum í Katrínartúni þar til greiðslur bárust til Dubai. Svo mikið lá á að borga að ekki var gefin út reikningur fyrir fyrstu 150.000 bandaríkjadollarunum sem Ingvar Júlíusson greiddi fyrir hönd Samherja. Þegar svo átt að gefa út reikning fyrir greiðslunni, virtist James ekki vita fyrir hvað Samherji væri raun að greiða honum til Dubai, fyrir hvað hann væri að rukka. Jóhannes áframsendi þær vangaveltur til Ingvars. Er það ekki bara consulting fee? Tundavallagjáin hér á mörkum Namib-eyðimerkurinnar og Lubango borgar í suðurhluta Angola er merkilegt jarðfræðilegt fyrirbæri. Kílómeters djúp gjá sem sker í gegnum fjallgarðinn miðjan dregur að sér þúsundir ferðamanna á hverju ári. Gjáin hefur þó ekki síður menningarsögulegt gildi. Gjáin var alræmdur aftökustaður í pólitískum hreinsunum í áralangri borgarastyrjöld í Angola. Fáir snéru aftur sem hingað voru fluttir í hlekkjum. Swapo á líka sín leyndarmál í Tundavala. Á 9. áratugnum héldu liðsmenn Swapo til í útlegð hér í nágrenninu. Vænisíki í röðum þeirra var til þess að samtökin fangelsuðu fjölda landa sinna í útlegðinni. Hundruða þeirra er enn saknað og sagt að Tundavalagjá geymi líkamsleifar margra þeirra. En hvernig tengist öll þessi áhugaverða sakfræði fyrirtækinu Samherja og viðskiptum þess hér í Afríku? Jú, vegna þess að fyrirtækið sem stofnað var með mikilli leynd í Dubai af Samherja og viðskiptafélögum þeirra og Samherji hefur síðan greitt 100 milljóna króna á síðustu árum, heitir sama nafni og gjáin hérna fyrir aftan mig, Tundavala. Undanfarin ár hafa tugir milljóna reglubundið streymt frá Samherjafélögum og Kýpur til aflandsfélagsins í Dubai í 15 færslum síðast í byrjun þessa árs. Upphæðin sem Samherji hefur samanlagt greitt nemur $0,5 milljarði íslenskra króna. What's really curious is who exactly Samherji pays for that quota to an offshore trust controlled by James Hatwakulapi, who is none other than the chairman of Fish Corps and one of the 3 sharks that are acting as intermediaries in the deal. That already raises huge danger signs of corruption. Heildargreiðslur Samherjafélaga til skúffufélaga hákarlana svokölluðu nema 1,4 milljarði króna síðastliðin 5 ár samkvæmt þeim tölum sem Kveikur hefur aðgang að og ná fram á þetta ár.
Skýringarnar á þessum greiðslum eru ýmist ráðgjöf eða húsaleiga, stundum bæði. Looking at the evidence, especially them calling Esau a shareholder in the venture and using as intermediaries the fishing minister's own son-in-law. When one looks at that and one looks at the payments going into these offshore vehicles, including money going into the pockets of the actual chairman of the state-owned fishing company, this looks extremely corrupt, and it looks like Sam Harry knew what was going on from day one, that they were planning it as a basically corrupt deal from the outset. This all very much looks like bribery, and it looks like Sam Harry must have known what was going on. Mútugreiðslur eru ólöglegar, bæði samkvæmt íslenskum og namibískum lögum. Hér á Íslandi gilda lög sem sett voru eftir forskrift OECD mútur í alþjóðaviðskiptum. Samningur sem gerður var til að bregðast við því að alþjóðleg stórfyrirtæki beittu ítrekað aflsmun í krafti fjármagns til þess að komast yfir auðlindir þróunaríkja, sem voru jafnvel á sama tíma að þiggja þróunaraðstoð stjórnvalda í heimalöndum stórfyrirtækjana. Fyrir vikið varðar það nú 5 ára fangelsi ef íslenskur ríkisborgari mútar eða gerir tilraun til að múta fulltrúa erlends ríkis, stjórnmálamanni, embættismanni eða fulltrúa ríkisfyrirtækis til dæmis. Sama refsingar því að múta eða gera tilraun til að múta hverjum þeim sem segist í staðinn geta haft áhrif á fulltrúa erlends ríkis. Heldurðu að þið hafi starfað í samræmi með þessu lög? Ég nú alveg klár á því að við höfum ekki starfað í samræmi með þessu lög, en við lítið tilbaka þá klárlega brutum við þessu lög. 15. október bauð Kveikur forstjóra Samherja fyrst viðtal vegna málsins. Hann hafnaði því en beiðnin var þá ítrekuð. Föstudaginn 25. október fékk hann skriflega viðtalsbeiðni, þar sem honum var jafnframt kynnt efni umfjöllunarinnar í smáatriðum. 3 dögum síðar var Þorsteinn Már til viðtals í morgunþætti Bylgjunnar. Þetta liggur allt fyrir núna. Þannig allt komið upp á yfirborðið frá þínum bönnum. Það er allt komið upp á yfirborðið og sanna þitt mál. Sanna mitt mál. Sæll Þorsteinn, Aðalsteinn heiti ég, fréttamaður í Kveikarúf. Ég sendi tölvupóst á föstudaginn var. Við erum að tala til dæmis eins og $500 milljarð sem að Samherjafélag og Kýpur greiða til Dubai, félag sem er í eigu stjórnarformanns Fiskor. Hvað er það með mútur, Þorsteinn? Fyrirgefðu. Hvað með greiðslur sem þú hefur verið að greiða til tengda svona sjávarútvegsráðherra Namibíu? Eru það ekki mútur? Fallegt veður finnst mér hérna úti. Ætlarðu ekkert að svara? Fallegt veður hérna bara. Þú hefur talað að það hefur ekkert að fela. Ertu ekki að fela þessa greiðslu? Þakka ykkur fyrir bara. Ég ætla að fá mig kaffisopa hérna. Hvað með þennan fund hérna sem að... Herru, vitið að nógu komið alveg nóg hérna fyrir... Hvað með þessa mynd? Undanfarinn áratug hefur Samherja tekist að komast yfir 2 milljarða virði af kvóta og hagnast vel í Namibíu. Sem dæmi var aflaverðmæti Samherja í Namibíu sagt vera hátt í 6 milljarðar íslenskra króna í gögnum fyrirtækisins árið 2015. Tölur fyrir fleiri ár liggja ekki á lausu en ljóst er að aflaheimildir Samherja jukust enn frekar í kjölfarið. Þessi verðmæti hafa frekar skilað sér til Íslands en til samfélagsins í Namibíu. Strax í upphafi voru lagðar línur tvennt. Að ná í aflaheimildir og að koma ávinningnum úr landi. Áskorun að ná sem mestum hagnaði úr landi en það er 33% skattur af hagnaði. Hægt að fara ýmsar leiðir, charter agreement, hugsanlegt management agreement, sales agreement og fleira. Á sama tíma var forstjóri Samherja að tekna upp allt aðra mynd af starfsháttum fyrirtækisins. Enda erum við að reka fyrirtæki í nokkuð það sem eru síðuð þjóðfélag. Það er ekki hægt að fjarlæga peningur sem fyrirtækjum með gegnum arðgreiðslur. Leifur byrjaði að vinna þannig og með starfsemi í byrjun 2012 þá bara fer vinna strax á stað, bara full vinna með þá Ingvari Júlíusinni hjá Samherja og fleirum að finna bara leiðir. Það var bara verið að gera allt sem hægt var til að forðast að borga skatt í Namibíu. Bara ordu frá Aðalsteini og Þorsteini að það ætti bara ekki að borga skatt að hana. Mér skilst að fram til ársins 2019 það er nánast engin skattaborgar. Leiðirnar fólu allar í sér að færa hagnað til landa þar sem skattar eru lágir eða engir, með ýmiss konar viðskiptum við Samherjafélög sem þar voru staðsett. Þessi flóknu innanfélagsviðskipti voru í höndum Ingvars Júlíussonar sem titlaður aðalendurskoðandi Samherja og stjórnandi fjölmargra Samherjafélaga sem staðsett víðs fjarri öllum miðum og mörkuðum útgerðarinnar. Sam Harry went to Namibia
to pursue two distinct strategies. One is to use bribery and corruption to be able to expand its influence and gain access to quotas in the fishing quotas in Namibia, which it did shamelessly. And secondly, to structure itself in a manner that it's able to pay as little tax to the Namibian state as possible. And this equally it did without shame in terms of setting up subsidiaries in these two specific tax havens. Á einni Kýpur fer fram umfangsmikil fisksala og þar eru 2 milljarða eignir geymdar í 10 félögum Samherja. Öll skráð til húsa hér á sama stað. Á Kýpur er þó engin útgerð, ekkert starfsfólk og þangað kemur aldrei neitt fiskur. Kýpur gegnir þó stóru hlutverki í útgerð Samherja í Namibíu. Skipin sem þar veiða eru leigð frá Kýpur. Afli sömu skipa er seldur af öðru Kýpurfélagi, jafnvel þó hann farin er allur til Kongó. Namibíska útgerðin hefur líka greitt af lánum og fyrir aðra þjónustu til Kýpur. Allt fer þetta fram milli félaga í eigu eins og sama fyrirtækisins Samherja. Leið eignarhaldsins frá Íslandi og til Namibíu er ekki einfaldari. Frá eigendunum í gegnum 2 íslensk félög til Kýpur, í gegnum önnur 2 félög þar og þaðan til Afríku. Ekki þó til Namibíu, heldur út á mitt Indlandshaf, til eyjunar Máritíus. Á pappírunum mætti ætla að þar fari fram umfangsmikil starfsemi Samherja. Það var mjög hentugt fyrir Samherja að stofna félag á Mauritius því að Mauritius og Namibíu er með tvísköttunarsamning og það lendi eftir að koma fjármagni mjög ódýrt út. En Samherja er ekki með nokkun mann á Mauritius. Þetta er bara ein leið til að komast hjá því að borga skatta. Samtökin Tax Justice Network útnefndu í sumar Mauritius og Dubai þau 2 skattaskjól heimsins sem valda Afríkuríkjum mestum skaða. Þangað fari gríðarlegur hagnaður auðlinda ár hvert framhjá sköttum. Á Mauritius fæst enda tvennt, lágir eða engir skattar og algjör leynd. Ingvar Júlíusson og Bernhard Bogason, lögmaður og sérfræðingur í skattamálum, lýstu því nokkuð opinskátt í tölvupóstum á árinu 2014 að markmiðið með stofnun útibúsins á Mauritius sé einfalt, að koma hagnaði frá Namibíu til Kýpur með sem minnstum kostnaði. Að færa peningana beint frá Namibíu til Kýpur hefði kostað skatt. Að færa þá fyrst til Mauritius og þaðan til Kýpur þýddi að hægt var að spara sér eða komast alveg hjá skatti. Taka snúning á því eins og Ingvar kallaði það. Hugverka samningar voru leiðin. Samherji hafði eins og áður segir gert samning við sín eigin félög í Namibíu að borga þar sem sagt var þekking, stjórnendareynsla, stjórnendateymi, þar á meðal starfsmenn, sölumenn, stjórnendur og annað auk notkunnar á vörumerki Samherja. Allt var þetta þjónusta sem nú var sögð í útibúi Samherja á Mauritius og útgerðir Samherja í Namibíu greiddu nú fyrir heil 5% af allri innkomu í Namibíu. Aðferðin er þekkt og hefur ítrekað verið harðlega gagnrýnd og sögð misnotkun á tvísköttunarsamningi þjóðanna. Til að gera myndina enn flóknari fer meginþorri bankaviðskipta í gegnum enn eitt landið, Noreg, ríkisbankann DNB. Allir peningarnir sem virðast streyma í gegnum Kýpur frá Afríku til Evrópu og öfugt kom aldrei þangað. Þeir eru í Noregi. Þessir norsku bankareikningar eru í raun lífæðin í starfseminni. Safnhaugur arðs af veiðum Samherja víða heim. Og þar af þessum reikningum sem peningar fara frá Samherja til Dubai. 15 sinnum eru peningar milliferðir til Dubai af þessum norsku reikningum Samherjafélagana Esju Seafood og Nóa Pelagic á Kýpur. Samkvæmt heimildum Kveiks sýnir skoðun á Dubai-félaginu að einu peningarnir sem því berast séu þessir frá Samherja. Bankaviðskipti Samherja í DNB hafa vakið athygli starfsmanna bankans. Viðskipti Samherja við DNB hafa þó ekki hætt. Það var síðast á þessu ári sem Samherjafélagið Nóa Pelagic millifærði bandaríkjadali, jafnvirði 5 milljóna króna til Dubai félagsins Tundavala. Nánar verður fjallað þessa reikninga í stundinni. What recent studies show is that the African continent loses up to $50 billion annually as a result of illicit financial flows. This largely as resulting from tax evasion and tax avoidance of multinational companies. And what we see in Namibia is just an example of how resources that are owned and should be owned by African countries are being siphoned out through
efforts of well-connected business elites and corrupt politicians who gang together. Wodi lukele mo. Wodi wena mambulu. Lukele Namibia. Wodi lukele mo. Wodi wena mambulu. Lukele Namibia. Namibia is one of the gifted countries which have huge natural resources, and why we are poor is exactly because of corruption. Þrátt fyrir meiri velsæld, frið og stöðuleika en víða í Afríku eru blikur á lofti í Namibíu. Kannanir sýna að óvíða í álfunni telja kjósendur stjórnmálamenn sína spilltari en í Namibíu. Stéttarfélög hafa jafnvel sett baráttu gegn spillingu framar beinni kjarabaráttu. Namibia has become a tax haven to multinationals who are evading tax, but these people are not hold accountable. The component of tenders given to companies that don't keep the cash in the country, which result in the liquidity problems of the state. Meiri hluti íbúa höfuðborgarinnar býr í kofabyggðum eins og Katatura. Rafmagn, vatn og hreinlætisaðstaða hér lúxus. Moss og Rítia vinna bæði myrkrana á milli. Hún í verksmiðju en hann keyrir leigubíl. Þau sjá ekki fram á að flytja úr kofabyggðinni á næstunni og spyrja sig hvar arðurinn af auðlindum landsins lendi, því ekki sést hann hér. Stjórnmálamenn hafa hingað til ekki þurft að óttast kjósendur. Fátt ef nokkuð ógnar yfirburðastöðu Svapoflokksins sem enn sveipaður ljóma sjálfstæðisbaráttunnar. You forget us because I we told them that we are suffering like this. They won't believe that I'm also living to this house. So any of the Swapo guys, do they live here? The Swapo members. Members? You also Swapo? Also Swapo. Yeah. Wodi lukele mo. Wodi wena vosta. Lukele Namibia. Wodi. Hey, come in. It's very hot. Yeah. It's my place. Okay. Now I'm packing to shift to another one. Ah, okay. Yeah, this is my where I sleep. Yeah. But it's so dark because the electricity is off. I'm no more paying electricity because I pulled from someone, like just illegally. Yeah. Like to use it for the moment. Ah. But if they get you the police, it's also a problem. Ah, okay. Like now I'm shifting, that's why I pack my stuff. It's my daughter. It's naughty. Það sem keyrir mig til dæmis áfram hjá Samherja í Afríku að ég hélt að við ætlum að byggja upp stórt verkefni í landi og skapa fullt af störfum. En þessu var svona hent fram til að blekkja fólk. Og svona eftir þegar tími líður þá fer ég að átta mig á því hvað ég tók þátt í stóru spillingadæmi. Bara milli Samherja og Hákarlanna. Að þarna var bara að vera til eitthvað monster. Það er bara vestrænt ríki að ræna auðlindirnar með spilltum aðilum í landinu. Það eru 40% af þjóðinni sem búa hann í kofum, sem eru þá 1 milljón manns. Það takmarka aðgangur að vatni, menntun orðið vandamál að komast í. Atvinnuleysi unga fólksins er 44% í dag. Maður spyr sig, maður veit ekki alveg hvernig þessi menn geta sofið á nóttinni. En hvernig getur þú sjálfur þá sofið á nóttinni? Þetta hefur öllum með þvílíku hugrangri og þess vegna er ég að stíga fram. Því ég er ekki heilagur, en ég svík ekki fólk og bara heila þjóð svona mikið. Ég meina mín framtíð í hvaða atvinnu sem hún er náttúrulega bara búin. En ég allavega mun geta sofið á nóttinni ef við náum að koma þessu vel og rétt fram og það verða breyting til hins betra og fólkið í Namibíu fær að njóta góðs af auðlindunum en ekki eitthvað vestrænt ríki og einhverju örfáu spilltir aðra sem hafa síðan horfa upp á þjóðana þjást. Síðustu mánuði hafa 2 útsendarar á vegum fréttastöðurinnar Al Jazeera fundað með sjávarútvegsráðherra Namibíu. Allt undir því yfirskinni að þeir varu erlendir fjárfestar á höttunum eftir sjófrystikvóta. Ráðherrann lýsti sig fljótlega tilbúin til að greiða leið fjárfestana og skaffa þeim ódýran kvóta gegn greiðslu og bauð jafnvel ráð til að komast hjá skattgreiðslum. Ráðherrann vildi að greiðslur til sín færu í gegnum lögmann á sínum vegum og lagði þunga áherslu á leynd. We want to send you the payment where we would do with Sisa and Saki. Yeah, is that okay with you? That's all right. Is it correct, the 200,000? Yeah, that's fine.
You said, no, it's money laundering, or it is money what to do. I have a farm, a commercial farm. Okay. So, all the expenses, I run the farm at a loss. And the losses, I write off the tax. Yeah. Income I'm generating somewhere. Yeah, we want money, but we have to be very, very careful. Because otherwise, if they find out, then sure, it will be front page news. They just leak it in the newspaper. This is the way it's not taxable. Bernard Esau hafði tvívegis afþakkað viðtal þegar við hittum hann í Oslo 22. október. Á 300 ráðamenn og áhrifafólk allstaðar á heiminum kom þar saman til að ræða leiðir til að vernda lífríki sjávar, baráttu gegn spillingu og ólöglegum veiðum. Hingað var sjávarútvegsráðherra Namibíu fenginn til að flytja ræðu nauðsyn gegnsæis í greininni. I'm Helgi Seljan. I'm a reporter for the Icelandic State TV. This is a video of you. Where was this? This is in Windhoek. And here you're talking about accepting bribery for up to $200,000? From where? From Chinese investors? No. No? No. I have to get this. I need to get more information on this one. I know I'm meeting quite a lot of. Yeah, it's me, but it's not bribery. Yeah, you're talking about you have to be careful. You're talking about money laundering and other stuff like that. Where was this? This is in Windhoek. No, I need to get more information on this. Yeah, but tell me about. Do you know a company called Samherji in Iceland? You have been in close connection with Samherji. No. You haven't been. I know they are fishing in Namibia. Yeah. That I know. And you have met with them. I have not the been in CEO. Iceland. You met with the CEO of Samherji. They came to Namibia to come and to exploit a resource with private sector. Yeah. I'm a regulator. Do you know about all the payments that Samherji has been paying to your son-in-law? I don't know. You know nothing about that? Nothing about it. What about the payments they have made to a company in Dubai, which is owned by James Hatui Kalipi? I don't know Your guy anything. You don't know anything about it? I don't know of anything. Do you know that your son-in-law accepted money from this Icelandic don't company, know. Samherji? He said that he was going to bring that money to you. Were you aware of that? Go and investigate some other things. Why do you think Samherji considers you a shareholder in their company? Which company? In their company, the Medmaria Seafood, it's called. I don't know the company. You invited them to your farm, didn't you? Samherji, the CEO of Samherji, was at your farm? No. I never invited them. They came to introduce themselves, to come just like any other company. I meet a lot of fishing companies. Yeah, you met them twice, the CEO of Samherji. I met them twice, yes. Yeah, but you just said you never met them. No, I never. So you're not going to give us an answer as to why you accepted the We payment? can meet in the courts if you want us to meet. And how we prepare for and adapt to a war of violence. Well, to give us more detail now on the threats that we are facing. I can only respond on what I, as ESO, as a minister, as an administrator of the Marine Resources Act, can respond. Yes, I have appointed the board of Fishco. I appointed the whole board of Fishco. Appointed the board will decide how they have to manage with their management. They appoint their management as well. I am not involved in the management. That's why I said I am not involved in micromanagement. And lastly, I want to say I am uncorruptible. Honestly, if I was corruptible, I could have been very rich. 3 eftirlitsstofnanir í Namibíu, þar á meðal spillingalögreglan ACC, hafa undanfarna mánuði rannsakað starfshætti Samherja og meinta mútuþægni hákarlana. Rannsókn sem hófst eftir ólögmæta kvótaúthlutun ráðherrans árið 2014. En tók stakkaskiptum eftir að Jóhannes Stefánsson gaf sig fram. Jóhannesi var þegar í stað tryggð staða uppljóstrara gagnvart namibískum stjórnvöldum. Og sjálf rannsóknin teygði sig fljótt út fyrir namibíska landhelgi. Yfirvöld í Noregi og hér á landi vita nú af málinu. Á ráðstefnunni í Oslo bárum við undir norska forsætisráðherrann upplýsingar þess efnis að mútur
hefðu mögulega verið greiddar í gegnum norska ríkisbankan DNB. If there is evidence of corruption, I think the police authorities will investigate that, depending on where the origin comes from. If it's a bank account in a Norwegian, yes, we would. We are targeting black, illicit money transfers, and they have an obligation to make sure that this is transparent and that it's legal what it's doing. I presume that Iceland has its anti-corruption authorities. There very much needs to be a proper criminal inquiry by the relevant authorities into these deals.